Komiði öll sæl og blessuð í beina útsendingu með mér Grétari og honum Jóhannesi Egils. Yeah. Góða kvöldi. Kvöldi. Við erum svolítið seinir í því á smá tæknilega vandræði hjá okkur, en ég held að það sé allt komið í lag. Sjá, ég ætla að henda hérna á strákana við startum eftir start klukkan segjum 20:05. Við eigum eftir að ráða á gritt og svona. Nei, 21:05 það víst. Kanntu ekki á klukku, Jóhannes? Það mætti halda ekki. Jú, ég veit þú kannt á klukku. Ég kendi þér á hana þegar ég var 5 ára. Já, nákvæmlega. Og hérna henda linknum á henda röðin. Þá það komið í loftið start 21:05. Það kom sí. Það sem við erum svo seinir í þessu núna, það er ég að klára að henda inn linknum hérna á Gran Turismo samfélagið okkar. Ef þú ert nú ekki þar, þá myndi ég klárlega skella mér á Gran Turismo samfélagið á Facebook og gerast vinnur okkar. Að ganga í grúpuna, hvað maður segir. Grétar, eigum við að raða á riggið? Raða á riggið? Hverju að raða á riggið á mér? Riggið. Það er kannski að tekka á hérna. Ég er með vökva, ég er með veip, ég er með síma og hleðslutæki og Pepsi Max á rigginu. Ég er ekki viss ég komið mikið meira fyrir. VR headset mitt er þetta líka. Það er að tekka á hljóðinu hérna hjá okkur. Það heyrist allavega vel í þér. Ég er ekki farin að heyra í mér þá. Nýji mækin að skila. Já, hann er flottur, það heyrist mjög vel í þér. Takk. Skýrt og flott hljóðið. Sumir aðra kvarta yfir ég að heyra í mér betur. Já. Ert þú með rásröðina öfuga og ready? Hvað segirðu? Ertu með rásröðina öfuga og ready? Herðu, já, skal finna hana. Sjá. Sko, svo er náttúrulega nýr maður á braut hjá okkur. El Fasto. Það er hann hérna Njörður. Það rákust á þarna bara í random lobby daginn með einhverjum útlendingum. Það er svoleiðis. Já, bauðum honum alltaf sjálfsögðu í partí og hérna er hann bara mættur í sína fyrstu keppni. Það er ekkert eðlilega skemmtileg saga. Já. Það vinni síðan sína fyrstu keppni. Það væri náttúrulega svakalegt. En hann náttúrulega byrjar á pól af því að hann er náttúrulega með fæst stig. Það er rétt. Búinn að setja hann á pól. Ég vissi það nefnilega. Það er sjá, það er hérna. Ég er góður Þá þarf ég að en ég er meira hattastandur. Sjá hverjir eru hérna í lobbyinu hjá okkur, sko. Eiríkur Ingi er með fæst stig, hann er ekki mættur. Neip. Örn Erlings, hann er ekki mættur. Neip. Hugo, hann er í öðru sæti, hann er í 12. sæti, þannig að hann er í öðru sæti. Bergur, hann er ekki mættur. Ólafur Nói, hann er þá í 3. sæti. Magnað. Og erum við með Jónas, já, hann kemur eftir Ólafuri. Bóndin er ekki farað að láta sig vanta í gott rullumall. Nei, ég veit ekki, hann vannur maður. Dimmi, hann er ekki mættur. Eva er ekki mætt. Hilli, hann er mættur. Og undan, svo er það Hannes, hann er ekki mættur, ekki Steini.
Jón Anton, hann mættur. Heldur betur. Og svo það Jón B. Hann byrjaði þá aftastur. Nei, og svo Tobbi í fyrsta sæti í deildinni og Jón B í öðru sæti í deildinni. Já. Ég var að rugla þeim saman feðgunum. Það er ekki fyrsta skipti sem það gerist og örugglega ekki fyrsta skipti sem það mun gerast. Nei, það held ég ekki sko. En þá vorum við með, ég bara svona rétt fyrir yfir þetta, þá það El Fasto, hann Njörður, sem byrjar í fyrsta, Húkason byrjar í öðru, Ólífur Nói sem byrjar í þriðja, Jónas sem byrjar í fjórða, Hilli sem byrjar í fimmta, Jón Anton í sjötta, Jón B, Johnny B, Tiger King eins og hann vildi vera kallaður, í sjöunda og Tobbi í áttunda. Þetta tókst hjá okkur, aðeins eftir áætlunum. Double checked. Af hverju erum við eftir áætlunum, Jóhannes? Já, þetta sko, ég geri það stundum gleymi ég því að það var ístartaðir átöfnum og svona fyrir keppni. Og ég gerði það núna og þá bara fór allt í klessu. Þetta eins og þið segja, ekki fokki einhverju að það virkar. Nei, nákvæmlega. En mig grunar reyndar að það sé sjónvarpið hjá mér þegar ég hef alltaf þurft að fara inn í network settings, slökkva á Wi-Fi og kveikja á aftur þegar alltaf var að tengjast og næði því ekki einhvern veginn og eitthvað blað, þannig að mig grunar að það hafi eitthvað verið að fokki í þessu, en ég hef nú ekki lengt þessu aður með tölvuna. En þetta virðist alltaf vera til frist hjá okkur núna, þannig að það er allavega gott, en ég heyrði það í útsendingunum áðan og það heyrðist svolítið mikið í mér, þannig að ég ætla aðeins að lækka í mér 25 kíló í kangúa minn til þess að komast inn á braut. En áhorfendur kannski láta okkur vita hvernig hljóðið er, svona leikur á móti bíl og hljóðið í mér á móti Gretari og annað. Við getum kippt því í liðin bara 1, 2, 3. Fór Jónas út. Hann að reyna að starta aftastur, eða? Hvar var Jónas, ef maður lefist að spyrja, var hann þá fjórði? Að sjá. Þegar hann fór aftur. Þannig að hann verið að rístarta ráðhættum sínum og virki ekki. Já, hann sendir hérna inn á spjallið, ég er að laga netið. Greinilega ekki ég sá einu sem að lendi þessu í kvöld. Nei. Það er bara frábært. Ég ætla nú ekki að segja þessi frábært, þetta var svolítið... Ég var að horfa eitthvað annað hérna. Svona, Jónas, hann er á milli... Hann er á eftir Ólöfu Nóa. Sérst árásröðinni í keppninni. Hann er á undan Ólöfu Nóa í stigakeppninni. Já. En fyrir þá sem ekki vita, þá erum við að starta í öfugri röð eftir stigatöflu. Við erum að skella smá skiptileikli í það allt saman hjá þeim og starta öfugri röð. Hvernig heldur það myndi koma út hjá okkur þar? Herðu, ég bara held þetta muni fara allt mjög friðsamlega og vel fram og það muni enginn fara í vegg eða annan bíl. Þú ert bjartsýn. Ég held að þetta verði þrjuskemmtilegt. Þetta er náttúrulega eitthvað sem ég hef ekki séð áður í GTSI. Ég er svo sem bara búinn að vera í svona 1,5 ár. Hvað svoleiðis. En ég veit ekki til þess að menn hafi talað um að það hefur verið með rallykeppnir hérna. Fysiksið var náttúrulega ekkert eitthvað alveg upp á marga fiska en það hefur skánað. Já. Og það sem þetta á nú bara að vera gaman hjá okkur í sumar, þá er þetta ákvað að skella í þetta. Þetta er nefnilega mjög gaman. Það er náttúrulega líka íslensk rallydeild, eða ekki rétt hjá mér? Jú, Gunni sem sagt, sem er í stjórn GTSI, hann er líka, það sé ekki bara í stjórntal líka, stjórnarmaður, líka stjóri. Stjóri. Hann er sem sagt, já, ég man nú ekki hvaða leikur það var, en já, það er allavega einhver rallyleikur sem þeir eru með íslenska mótorið í. Gunni sjálfur er að keppa í henni. Þannig að ég veit ekki það var, ég hef langað að taka... Já,
hvort sé ekki Dirt 2 eða Waffer sé 2.0 eða eitthvað. Þetta er allavega ekki nýjasti rallyleikurinn, ég veit það. Ég myndi gíska á Dirt 2.0, hann er... Já, ætla sé ekki Dirt 2, já, það getur verið. Það getur alveg verið. Ég man að það var eitthvað 2.0. Já, Dirt. Já. Dirty Dirt. Já, já. Herriði, Jónas er kominn aftur inn. Hann er kominn á braut. Hendum honum þá í 4. sætið. Eigum við að double checka við hann sé kominn í lag, eða? Fylgjast með Jóni hérna á Subaru-inu sinum. Subaru Tiger eins og hann kallar hann. Kallar hann Kissi. Já, er ég allan búinn að spyrja Jónas. Já. En þessi braut er rúmlega 3 mínútur og þetta verða 19 hringir. Tókum reynda testið alveg svolítið áður en við náðum tímanum svolítið niður, þannig að kannski verður þetta eitthvað aðeins undir klukkutímanum hjá okkur og svo fyrir þetta í hvað menn verður hraðir. En með við æfingarnar þá eru menn farnir að nálgast 3 mínúturnar. Leiðilega mikið, verð ég að segja. Leiðilega mikið fyrir mig því að ég er ekki búinn að æfa þetta. Já, hvað það því? Herðu, bara lífið, tilveran og Já, fjölskyldan sumar og sumrið og allt þetta. Já. Það er líka, þú veist, maður kom feskur inn í þetta hérna á síðasta tímabili og hérna það var æft svolítið á síðasta tímabili. Já. Svona aðeins að taka kæruleysið á þetta í þessu og hérna koma sér sterkur inn og æfa meira bara fyrir næsta önn. Akkurat. En það á þetta líka bara að vera gaman. Herru, Jónas er ekkert að svara okkur með hvort hann er klárið ekki og nú er hann 10 mínútur í 9, ef ekki bara að henda þessi í gang, eða? Hann segir hérna komið í lag, hann að skulum bara henda í hérna Let's have a clean race og good luck. Þeir þurfa á henni að halda. Já, ætli það ekki. Og það er náttúrulega ekkert pitstop, þú eyðir engum bensíni og eyðir engum dekkjum. Nei. Og það sem að var einmitt svo hérna sem við komum stað. Getur maður pittað? Ég bara hef ekki prófað það. Það er náttúrulega pittur þarna, sko. Maður á ekki að þurfa þess. Nei. Og hérna það er náttúrulega sem við komum stað eftir að við hérna settum þetta upp var að hérna, já, þú þarf alltaf að senda þetta á stað. Já, og ég setja á stað? Já, og það skulum við bara henda sér stað. En það er ekki hægt að setja BOP-limit á þetta og þú getur ekki lokað fyrir að setja stilla bílinn. Þannig að það var sagt við alla að það væri bara heiðursmannaregla að vera ekki að stilla tjúnabíluna, þú mátt stilla breakbalance og hérna drifið og það sem þú getur stillt í bílnum þegar þú ert að keyra. Og hérna og svo stilltu við max HP, max PP og lægstu þyngdin á bílnum eftir bílunum sem að rallybílunum úr Brand Central. Þannig að það ætti allir að vera á jöfnum velli hérna. Og ef einhver er að svindla þá verður hann bara að hafa það á sinni samvisku. Já, það er bara svoleiðis. Og með þessum orðum, ef við þá ekki bara setja í gang? Jú, það held ég. 8, 7, 6, 5, 4. Viljum við fá lagið okkar aftur í startinu? Nei. Það var gott lag. Lagið búinn á Hugo. Hugo hinn þýski. Stálum við sá honum. Þannig að já, ég sá nú að það var komnar einhverja spár í tjatti á hann, við skulum henda, það var gaman að fá hérna spár í tjatti. 3 ljós, 4 ljós, 5 ljós, engin ljós og þetta er farið af stað. Ég er ekkert eðlilega spenntur fyrir fyrstu beygju. Hugo kominn í fyrsta. Oliver Nói kominn á eftir honum í annað. Það er eitthvað stress í nýliðanum. Búin að missa 2 sæti strax í fyrstu beygju. Já, það er svo sem
Það ekki margir sem hafa komið inn í fyrstu keppni og byrja á pól. Svona þetta bara stundum. En ég verð nú að veikina, það að gera þetta mjög vel enn að strákarnir. Ég bjóst við að yrði nú meira klessur og grindverk og flera í fyrstu beygjónum. Já, þetta komur orð, ég bjósti smá klessu. Já. Það rétt sem þú sagði ráðan, að það eru svolítið leiðileg sjónarhornin á þessari braut. Já, það ekki upp á alla bestu fiska upp á útsendingar að gera. Bara feysir á stað. Við stjórnum þessu ekki. Já. Þetta lítur rosalega vel töff út á þennan eina bíl, en á hina bíluna það var svona að sjá heildina og það var ekki alveg nógu gott. Þetta töff þarna í gegn sko, þá færðu svona drónasjött, eða helikoptersjött, allavega hjá mér. Já, þarna koma. Þetta enda geðvikt, en svo fyrir við aftur í eitthvað close-up. Já. Við reynum bara hvað best í getu. Hvernig gritið hjá okkur? Hugo ennþá í fyrsta, Oliver nú í öðru bara áhart stjórnum á honum. Hann að brjóta fram rúðun hans með steinum. Jón Anton kemur hérna eftir þeim í þriðja, Jón B eftir honum í fjórða. Hilli fór aðeins í vegginn hana. Inn á hraða beinakaflan, þetta nú langt frá að vera beinn kafli, en þetta svona með hröðustu kaflanum á brautinni. Kemur hann í gegn alveg í bullandi sjötta gír, fullur í gjöf. Það hitta akkurat rétt á jumpi til þess að ná á milli beigjanna. Hentu þér á Oliver og Hugo, það er fight. Oliver náði fram úr honum í brot af sekundu og gott svo betra exit. Komnir hérna á spoilerkameruna hjá Hugo. Já, hann alltaf svolítið vant að vera í... Hvað gera hann í næstu beygju? Oliver bara komið með þetta. Já. Þetta nú langt frá að vera búið. Já, þetta smá stressaði fyrir því. Jón Anton og Jón B hérna að fara að veita samkeppni allavega mjög nálægt þeim. Já. Svo það svolítið með þetta, ef þú nær einnig beygju lélega, þá tapar það miklu. Ég held að hann hafi verið að reyna fyrir sér með handbremsuna inn í beygjuna þannig að ég syndist það ekki vera það besta. Jónas snýr hérna í næstu fyrstu beygju. Kominn svolítið á eftir strax á fyrsta hring. Og Oliver bara búinn að búa til smá bil aftur í Hugo. Já, nú Jón B hérna kominn í skotti á honum Jón Antoni. Og Jón Anton fer svolítið vítt hana og missi Jón B fram á sér. Jón B hefur þá gert einhver mistök því að hann var fyrir framan Jón Anton, ekki satt? Já, í startinu. Bara núna á síðasta hring. Ég held að Jón B hafi verið undan og... Já, ég kannski bara farið með rátt mál. Ég man þetta ekki, sko. Þetta bara 8 bílar í koma hann. Hilli út í vegginn hérna. Og nýliðin njörður kemur hérna El Fasto. Mjög hratt með einhverja útskýringu á þessu nafni fyrir mig, eða? Þetta bara spænst orðið við að vera hraður. Ég veit svo sem ekkert hvort það sé rétt spænst orð. Já, þetta svona íslenska spænska orðið allavega. El Fasto. Já, akkurat. Þetta var svolítið ítalskt hjá mér samt, en já. Þeir mega nú eiga það, Njörður og Hilli, að þeir eru mjög nálægt hver öðrum, en ég allan ekki búinn að sjá það að vera bömpakóðanan. Nei. Já, það var nú fróðlegt að sjá hvernig það spilast út. Á æfingum þá voru við mikið mjög nálægt hver öðrum, bara öll reysin og allar hringi sem við kerðum. Bilið fór oft upp í 1, 2, 3, 4 sekúndur, en svo bara datta niður aftur. Og Hilli í vegginn hann á hraðabænagalunum. Næra að halda þessu samt, það fer alveg í 90 gráður. Og El Fasto kemur hratt á eftir honum.
Ætla ég Á eftir honum ekki fyrir aftan hann. Jón B að gera sér líklegan, nei Jón Anton að gera sér líklegan og Jón B á innri í næstu, fer hann inn á verðin á honum? Já, þetta Switcheroo! Nú. Ég held að þetta sé eitt af uppáhaldsorðunum hans Jóns, það Switcheroo. Switcheroo? Ertu þá að tala Sean Antoine? Nei, hans Jón B. Tiger King. Hugo að vinna með háansnúning, nei lágansnúning minna ég. Ó, það var spara bensín. Hljómar hortin bara svona. Ja, Hugo, flottur í öðru seti. Og ekkert að hleypa Ólafur eitthvað mjög langt frá sér. Þannig að þetta bara... Nei, og búinn að búa til bil niður í Jón Anton og Jón B, Jónanna. Já, sjáum það. Hraðasti hringur á braut 3077, hraðasti hringur á Hugo 3082. Þannig að ég kalla það bara mjög góðan tíma. Eigum við, Jói. Núna eru 3 hringi búin að reisinu. Já. Eigum að kíkja í surprise-u okkar? Já. Það alveg spurning. En hvernig ætli það að segja að við förum báðir úr partíinu? En bara búið til nýtt þegar við ætlum að fara sér. Já, prófum þetta, kýlum á það. Já, hendum okkur yfir. Ég sé þeir eru allir þar. Þú lætur mig vita þegar þú ert tilbúin á join-takkanum og hoppum við bara saman yfir. Yes, sir. Hugo komin undir sekundu niður í Oliver. Það er kannski að... Já, kannski ekki alveg þegar þeir eru í svona close slag. Það geta orðið trippult. Þeir eru allir að spjalla maður. Ok. Já, kýlum á það. Já, kýlum á það bara. Þetta er bara gaman. Já, þetta á bara að vera gaman. Það er rétt. Já, ég hoppa yfir. Ok. Eso, ein puto. Góða kvöldi, strákar. 2, 3, 4. Sí, amigo, por favor. Sí. Sí, el rapito, mi amigo, por favor. Fórum við rétt partígröndara? Sí. Ég bara veit ekki hvert við erum komnir, sko. Jesús, hvað er í gangi hérna? Uno poquito, por favor, sí, mi amigo. Nei, gaman að No English. No habla inglés. Er það að heiðra El Fasto, eða? Sí, El Fasto, sí. Uno poquito, mi amigo. Very Fasto. Já, þið eru svona hressir hérna. Já, við erum helviti góður. En við getum hins vegar alveg að þessi fíblalæti, þau fóru alveg með Hugo, hann er búinn að missa Já, alveg núna ég sé það. 4 sekúndur frá sér. og Jónatan er farin að sækja á hann. Herru, Oliver, við erum með svona wildcard. Þú ert að ná 5 sekúndum undan næst mannu og ert lítir, þannig að þú ert að taka 360 í næstu beygju. Ég náði 360 á það. Tjekkja á chattinu hvort þetta heyrist ekki örugglega. Já, Arnar sendir allan hérna hlæjugall, hann adiós. Einhver er ekki með sér audio, en það kemur bara ljós. Já, við veitum að Hugo það og Jón B. og Jónatan. Við Gunni testuðum þetta sko, þá var sem sagt, ef að gæinn sem var með YouTube-ið, ef að hann hóstaði ekki partíuna það heyrði ekki. Nú, ok, þá getur verið að það heyrist ekki... Jó, Addi segir hérna góð spænska bæði vei. Já, þá lítur þetta að heyrast sko. Já. Þetta heyrist, Davíð Adams, hann staðfestir að við okkur hérna. Þetta snýst það að menn þurfa að vera búin að haka í sér audio í party settings, í partíun sjálfu. Já, Gunni vorum að prófa þetta nefnilega, við erum að báði lýsendur sko, þannig að... Já, akkurat. Það hefur verið eitthvað stilling bara off sko. Já. En hvernig hafa það hann? Hvernig er það að fýla þetta? Hvernig leggstu í ykkur? Eru búin með 3 hringi?
Þetta bara gaman. Er það bara 3 hringir búnir? Ég er búinn að vera að keyra í 2 daga. Við erum búin að vera að keyra í klukkutíma. Ég er búinn með alla mína brandara. Það er nýja brandarabók. Vil ég heyra hérna stærðendurinn sem ég kom með á hann? Nei. Staðrendi það? Nei, ekki augljós, en hún er sönn. Er hún YouTube hæf? Já. Hugo sagði nei, hann er ekki vískið sér. Nei, þetta var bara hann hann Hugo er ekki með hringuða. Þú var nú bara að heyra það. Ertu ekki með hringuða, Hugo? Nei, ég týndi honum. Og ertu að broadcasta þess og alla hlustendur gefið sér ætast út af bróðsafuna? Jep. Svona fara þessi P. Diddy partí maður. Þetta er fyrramálið, sko. Ég veit það. Það verður komið nýtt P. Diddy mál eftir helgi. Herru, Hugo komið niður í last podium place. Já, hætti að tala hringvagn á mér, ég er alveg rugl. Prófa pennan á einmyndir þess. Svo einhver ormið þetta niður í maður. Ég get alveg sagt ykkur það, TS verið banna á YouTube núna, sko. Eða Jón. Það er Ólífur græðið það sig, komin í 6,7 sekúndur eftir Jónatani. Já, undan Jónatani. Ég er að koma. Já. Ég er 5 mínútum eftir honum. Það fyrir eftir hvernig þú lítur á það. Já, nákvæmlega. Já. Það er ágræðar, ég var að hoppa aftur yfir í... Hvað sér þau? Hoppa aftur? Já. Hvað er maður undbúa fleiri brandar á strákanum? Já, gefa smá frið til að ná Ólífur nú. Það er nýtt tungumál. Herri drengir, bara gaman að heyra ykkur. Við kíkjum við eftir annan klukkutíma. Já. Tja. Bæ. Þetta var það meiri snildi. Þetta sló mig alveg út. Þeir eru ennþá í útsendingu. Ég ætla að Gretar enda með hérna innvætt í partíu. Það var bara títali illa. Ég sé partíu, það er bara njótið strákar. Það er ekki nema 14 hringir eftir. 14-15. Ísar maður. Hannir, Jóhannes. Já, ég var alltaf að býja eftir innvæti sko, svo sá ég að partíið var opið. Ég var búinn að innvæta 2 svar sko. Já, ok, þá kemur það ekki upp út á útsendingunum sennilega. Já, sniðugt, það er þetta mjög sniðugt. Já, það er þetta mjög mjög. Ólífur er bara komið með 8 sekúndar forskott. Já. Já, svo er ég alveg að glemma það, ég er alltaf með lyklaborðið hérna fyrir fram á mig. Það er svo sem ekkert búið að vera neitt þannig útsendingar. Að gera nota replay-takan. Já. Eitt sem þetta ætti að gera. Já. Rúlla yfir liveryinn á bílunum. Já, ég tók svona smá kafla á því hérna áðan í sem sagt æfingunni. Já. En ef við byrjum á Ólífur þá var hann hérna í þessu fagur bláa og bleikt og blátt. Og taka það fram og við viljum að áhorfendur kjósi flottasta liveryið dagsins. Já. Ég til það. Það hljóma vel. Ég nú að vikina að þetta kemur vel út hérna hjá honum, þetta bleika og bláa. Ég skal viðurkenna, mér finnst Ólífurs nú að livery ekkert eðlilega töff. Þetta er svona authentic Subaru og samt búin að breyta í bleikt og setja íslensku auglýsingarnar á það. Já, akkurat. Það er einmitt þessar stjörnur á hliðinni, þær heita mann alltaf. Þessar Subaru stjörnur. Gera það sko. World Rally Team, ST Performance. 23. Það er með auglýsingarna svona hringin, þetta er svona eins og hérna auglýsingar hringin í kringum fótboltavöll eða eitthvað. Já, ég var ekki búinn að taka eftir þessu í hérna
Það fengum við bara close-up á því. En Ólafur Nógur flottur. Hann má ég það. Það er Jón Anton. Merkilegt hvað netbifreiðasalan fær alltaf mikið auglýsingaplási á mönnum. Ekkert viðlónir þessi mótorræði, en ég fikk frí á auglýsingu fyrir bílasöluna. Já. Það má nú segja þessi aðeins viðlónið, þar sem að þú ert einn af stofnendum þessara mótorræðar. Skráður allavega. Svo erum við með hérna Jónatan hérna, hann með stórt Yamaha-merki á hútinu, hérna tónkvíslarnar á hringinn. Fatboy hliðinni, númer 26 í þessu Camo. Hann hefur kannski ætlað að reyna að fela sig á brautinni einhvers staðar. Já. Hann vill ekki að henni sjá sig. Jónatan, ég sá hann ekki. Svo erum við með stórt Lovísu-logo og MS á toppnum. Já. Já, Lovísu-hjörstun eru líka á afturstöðarunum. Já, ég sé það. Og hann er alltaf í MS. Þannig að við gefum honum það. Svo er hann með lítil Yamaha-merki hérna á speglunum. Já. Og Yamaha í framrúðinu. Dítelin á hreinu. Já. Getið sé á hliðinni. Já. Hvað er á spoilutum hjá honum? STI bara... Já. Bleika STI-logoði. Herðu, svo kíkjum við væntanlega á þitt uppáhalds. Já. Þetta er gullfallegt liðri. Hugo setti sitt touch á þetta og það er svo sem alveg mjög flott. Má ég það, hann gerði það vel. Já. Þetta er alltaf bara... 69, að sjálfsögðu. Já. Við vikjum það, ég er náttúrulega bjóð til þetta liðri og hérna... Ég var svona að reyna að búa til svona pínu rally-legt liðri. Já, höfum við Yamaha. Já. Yamaha eru mikið í rallinu. Já, ég segi, þú veist, þess að reyna að búa til svona rally-legt Yamaha livery. Já, þetta er svo sem rautt og hvítt. Yamaha eru rauður og hvítir, en þeir eru svo sem líka svartir og gulir og hérna bláir og hvítir og svartir. Þeir eru búin að eigna sér nokkra liti, Yamaha. Það er líka fínt. Þetta er Yamaha og þetta er Basic livery náttúrulega. Já, sjáum við á enninu á Hugo að hann er búinn að setja hann að... Já, hárkollu. Já, er þetta ekki Trump hérna? Jú, þetta er Trump. Trump-dúið. Þetta er Trumpir. Hann hefði náttúrulega átt að setja rúfskópið í appelsínugult þannig að maður hefði fattað það. Nákvæmlega. En þetta er flott livery þó við séum sjálfur á. Já, þetta er mjög flott hjá þér. Þú ert flottur strákur. Já, þakka þér fyrir. Takk fyrir stóra frendi. Svo varum við með toppa hérna. Hefur við ekki taka Jón B. þannig að hann fór fram úr honum? Já. Hvað, helviti var hann fljótur af þessu? Já, þú fórst á Hugo og hann keyrði á staur. Tók ég kjafti. Nei. Svo eftir ekki að horfa á livery. Alltaf livery, ég veit, ég ætla að fara að tala um það. Fallegt að Hugo að stoppa fyrir mig í niðri mynd. Þetta er hérna, Hugo var sem sagt á fókusnum og Jón B er hérna á Subaru-num. Það er svolítið bílarnir sem menn er að velja. Það er Subaru-in, það er Lancerinn og það er Focusinn. Og hérna... Þetta er í svipuðu stíl hérna, eða sama stíl. Hann setur Johnny Bravo eðlilega á skottleran, Johnny B. Já. Hann bað sérstaklega um að fá tígra á bílinn, Tiger King sjálfur. Hann var með að setja hérna Frosted Sirius. Já. Kellogg's Frosted gæjan á húti. Á húti, já. Hann er flottur. Það er tígur. Já. Hann hjálpar um að sigra. Auka hestöfl. Já. Og svo erum við alltaf með Yamaha afturrúðunni og lofið sig hérna á hliðunum. Já. Í hliðarrúðunum allt eftir reglugerðum. og lofið sig á framútunni og svo alltaf blotna og brosa hérna á afturstöðurinn. Lovisa.is, blotna og brosa. Já. Og svo er hérna á toppnum, þar er frágangur, GTSI og netbyrðarsalun. Það sést ekki mikið hérna. Basic sponsarnir. Já. Basic Racing Team. Er þetta Basic Racing Team eða Basic Sim Racing Team? Sko, ég myndi segja að þetta er Basic Racing Sim-deildin eða eitthvað svoleiðis.
Við vorum með mótorhjóladeild á sínum tíma. Það var bara Basic Racing mótorhjóladeild. En bara Basic Racing maður, þetta er... Já. Það er eina liðið í GTSI sem er actually racing lið. Já, mér er best utandi allavega. Já, þér er best utandi. Hvetjum, MS, Lavasjó og alla þessa stofna alvöru racing lið. Nákvæmlega. Svo varum við með Toppa. Já. Hann er í svipuðum stíl og hann var í síðustu keppni, það var líka mjög flott. Já. Hvort að við höfum ekki kosið það væri flottast í síðustu keppni. Þetta er svart og blátt, það er náttúrulega í svona Yamaha stílnum. Setur Yamaha hérna alveg stórum stöðum á hliðina. Ég segi ekki nefnir því, Factory Racing. Þetta er bara eins og beint tekið úr maður fyrir sig. Já, nákvæmlega. Og hérna svo sjáum við tala þetta sem rally-keppni, það var kunna. Já, rallycross. Rallycross. Svo erum við Lóðursmerkið hérna í hliðarúðinni. Blotna og brosa á hútinu og Lóðursu. GTS Æsland í glugganum. Það er alltaf flottur þessi banner í glugganum, hérna GTS Æsland bannerinn með íslenska fánunum. Já, hann er snirtilegur. Já, hann er það. Líka við erum stoltir að vera Íslendingar í GTS. Alveg skilið að fá smá vera á bílónum hjá okkur bara almennt. Já, heldur betur. Enda fá að nota rásuna þeirra á svona, þannig að það er spurning hvort að við fáum hana samt í næstu keppni eftir partytjatti hérna áður. Já, eftir hringaðan og svo góð. Nei, skort þar á. Nei, ég menn nú líka bara á Livirjónu sem maður sjálfur að nota ef maður er eitthvað bara að dúlla sér í einhverjum opnum útlensku lobbyum eða eitthvað. Það var alltaf gaman svona GTSI Æsland. Akkurat. GTS Æsland. Já, þetta er flott, þetta er blátt og svart. Yamaha Lóðusa, þetta er allir pakkin. Svo erum við með Hilla hérna. Þetta finnst mér þetta töff. Bleikur og svartur, sem feitar í svartan. Já. Það er sammála því. En ég verð að byrja áður nú fer nánar í liveryið. Rosalegt kastarakombo er þetta framan á Toyotunni. Já, ég var ekki búinn að taka eftir þessu. Ég var að horfa á spoilerinn. Já, hann er nefnilega þegar maður sér hann frá þessu sjónvarpi og þessu skotti sér opið. Já, akkurat. Þetta er flott, hann er með munn hérna framan á hann, séu það? Já, hann er að hóta hann er reiður. Þegar einhver segir við hann eat my dust, þá er hann tilbúinn að borða það. Nákvæmlega, hann er nummer 3, já, ég sá ekki Toppi, hann er ekki með neitt nummer á bílnum hjá sér. Svo sem ekkert skilda að menn séu með eitthvað nummer, en það er svona menn hafa verið að velja sér nummer. Gegnum tíðina. Voru yfirstum númer og allan. Er það skilda í GTSI-keppnunum með hann? Ég bara þori ekki að fara með það. Mér langar að segja já, en ég held samt ekki, ég veit ekki. En menn eiga náttúrulega að vera með númer bara. Það er náttúrulega... Allt rétt. Það keppnis. Já. Svo varum við Yamaha-merkið hérna á hérna, afturbrettinu og Lóðusu hjarta. Blotna og brosa á skottinu. Og Yamaha hinum með. Þetta er allt þetta bókinni. Þetta er snirtilegt og flott hjá honum. Já. Mjög flott. Mætti skalla GTS Æsland fyrir næstu keppni. Eða GTSI. Bara svona að því bara? Já. Stoltur Íslendingur? Já, annars mjög flott. Bestir með höfðatölu. Heldur betur. Svo erum við Elfastó, nýjumanninn. Hann er náttúrulega súkkulaði. Hann þarf ekkert að vera með neinn sponsorinn eitt svoleiðis. Hann náttúrulega bara... Hann var búinn að taka eitt lobby með okkur daginn, það sem þegar við rákust á hann. Svo hefur við ekki séð fyrir hann bara á hann. Já, og hann var plataður að skella sig í fyrstu keppni. Kikkjaðis. Ég er mjög ánægð með hann. Já, en þú sér það, hann er ekkert langt eftir Hilla. En hann er allavega, þegar við vorum að keyra með daginn, þá var hann að keyra á stýripinna. Já, skildist það í partychattaðan og er það ennþá? Já, það getur vel verið. Og það sem hann var að setja hraðan sem hann var að setja á malbíkinu, hann var rosalega hraður miðað við að vera á stýripinna. Ok, er eitthvað eimasist í stýripinnanum eða? Eimasist? Hvað, eima þá inn í beigurnar? Já, ég veit það ekki, menn hvert hefur þessi vor svona að þeir sem eru með kjæstýringar eru í rauninni svindlera því þeir eru með eimasist. PC Master er þess að kvarta. Svo sé nú reyndar ekki hvað hann er með hérna á afturstöðunum. Nei, aftur. Mér sýnst bara að standa Rally X. Þetta er bara að taka fram að Evo'in sé fjórhjóludrifinn. Já.
Svo var hann með Engi, Ölins, Pía. Ekki nú reyndar ekki þetta merki sem við höfum neðan það. Grain set. Nei. En En getur flottur liður. Stendur hann í Mitsubishi-merkinu? Mitsubishi-merkinu. Aftan? Neðsti sponsorn á hliðinni. Nei, ég sé það ekki. Þetta ekki bara hefur kýmerski Ég get ekki búið staðir. þetta fram heldur, ég ætla ekki að reyna það. Er þetta hefur kýmerska? Já. Það er ekki nógu góður í henni. Heyrðu, og þá er það bóndinn. Bóndinn sjálfur. Hann er bara með Subaru Classic livery. Já, þetta er bara beint út úr búðinni, eða ekki? Jú, ég held það. Það var nú líka efins sem hann næði að mæta og allt þetta. Hann er hérna til að hafa gaman að leika sér í drullunni. Nákvæmlega. Það er örgulega í stígvélunum, beint úr fjósinu. En mjög flott livery enga síður. Já. Og mér finnst að þetta ættir nú samt ekki að fá að vera með í keppninu flottasta livery. Nei, það verður diskvalifæðið þau vót. Nú kjósa allir þetta livery. Já. En aftur á keppninni, þá er Ólafur nú hérna búinn að heldur betur búa til forskot hérna á toppnum. Komið í 20 sekúndur. Hann er líka búinn að vera svolítið dullegur að æfa fyrir þessa keppni. Þetta sjáum við tímann sem hann er búinn að setja hérna, 3:04:41. Hlærðum bara. Ég fór að lesa hérna chat sem er að senda á okkur. Spyrja hvort við ætlum ekkert að tala um reysið. Það er komin limir í umræði 20 mínútur en káttið. Það var kannski aðeins lengra en við ætlum að... Ég skal viðurkenna, ég fylgdist mikið með Hugo datt niður í fjórða og gæti mögulega náð sér tilbaka upp í Nei, þriðja núna. hvað var að gerast hjá Jóni? Hann bara snýri á beinakaflanum, hann er trikk í beinakaflinn. Var það ekki seta til þess að setja marker? Og... Ég bjó bara til spjaldið, sko. Já, ég þá alltaf að rifja þetta upp, sko. Og svo ekki var það X. C var þá 10 sekundur. Ok, þá þurfum við að fara í 15 sekundur. Sem er þá vaffið. Þarna, já, fer í vegginn. Já. Hann fer í vegginn. Og Hugo gerði það sama og Jón B. Var hann að því bara núna? Nei, smá stundir síðan. En Hugo ennþá harður í fjórða sætinu. Hann gerði það væntanlega áður en Jón B fór fram úr honum og hérna. Já. Allt það. Það er nú búið að teygja svolítið á strákunum hérna. Svona minnsti slagurinn er hérna El Fasto og Hilli. Og Hugo og Tobbi. Já, Jónas er líka að ná El Fasto. Herðu, Já, ég sé það, alveg mínútu á 52. Svo er eitt, er ekki hérna... Já, fyrir ekki að ég var ruglast, þetta var Oliver að hringa Jónas. Fyrst innlega afsökunar. Segja ég kunni ekki að klukku. Já, rétt. Nei, hvað segja, hvað ætla að segja? Ég ætla að fara að segja það, Oliver byrjar að hringa menn. Já. Nú eru þeir komin á 10. hring, þannig að þeir eru svona rétt hálfnaðir. Þetta er líka trikk í braut. Það er svolítið á stökkum og maður þarf svolítið að velja hvað maður er með bílinn og annað. Sérstaklega eins og þessi beygja sem að Tobbi er að koma í hérna. Maður þarf að stökk rétt fyrir hana og maður þarf að fara aðeins til vinstri og svo aðeins til hægri og svo til vinstri í staðinn fyrir að fara beint í gegnum hana eins og maður gerði fyrst þegar maður byrjaði að gera. Þú átt eftir að komast aðeins öllu saman á morgun. Já, þið Jökull, ætlaðu að taka mig í smá kennslu hérna eftir reis? Já, ég geti gert það. Davíð Adams vildi endilega joina það líka, þannig að Já, hann er nú búinn að setja... Já, hann er búinn að setja hraðasta tíman eins og er. Það er held ég 3:02:8. Ef ég maður rétt. Jökull er búinn að fara í 3:03:0. Ég setti 3:03:7 einhvern mann daginn. Ég hef nú enda lítið kert síðan þá. Kerði nú enda eitthvað aðeins í gær og ég náði ekki undir 3:04 þá.
Þannig að þetta var einhver veisla. Hvað hérna? Daddy Adams mun bara standa undir nafni á morgun og vera bara The Rally Daddy. Já. Nei, Hugo í vegnum hana. Það er leiðrétting í spjallinu. Það er Jökull Heisman 3:02,8 Jói. Sem að Jökull er búinn að setja. Gerir ráð fyrir því. Já. Nei, og Hugo tekur tilbaka hérna á toppa. Þá vorum við að sjá þetta aftur. Er það reisbraut? Já, toppið fer í vegginn. Hugo er að ná sér í airtime. Já. Og þá gullfallegum bíl. Ég fíla felgurnar undir í ánum. Þetta er bold move en þetta virkar. Já, það er sammála því. Það kemur eitt snakki. Og Jón Anton að hringa Jónas. Já, nú er toppið aftur að ná Hugo hérna sem fer svolítið vítt í. Ég veit ekkert hvað beygja númer hvað þessi beygja er, það eru svo margar. Svona næstu því síðasta? Já, næstu því síðustu beygju. Og það var einn maður búinn að koma með spá, það er Oliver, það er Davíð Adams kom með þess að Oliver í fyrsta, Jón Anton í öðru og Jón B í þriðja. Herruðu, það er bara hálftími að svo spá gæti ræst hjá honum. Já, það er rétt. Það er þessi sveisla. Meinur hann þá bíómið að poppa kóka? Já, það væri nú svo gott. Ef það er eitthvað frá Sambíunum að hlusta, þá vill hann fá mið af F1 myndina. Já, í luxusar. Orkalega. En hvað segir, erst þú eitthvað búinn að velja bíl fyrir morgundaginn? Nei, ég ætlaði bara að treysta að þú myndir segja mér hvað bíl ég á að vera á, sko. Eins og ég segi. Þú sérst að fara að segja við mig Lancer. Já, ég er allavega að Lancer maður, sko, og Jökull líka. Hann ætlar að vera á Lancernum, en sem sagt, ég var kannski að segja eitthvað sem ég má ekki, en... Það er ekki að gera það. Ég var það róseint. Róseint. Nei, ég er ekki alltaf búinn að vera að keyra saman í einhverjum æfingalóni í morgun. Jú, og Jökull kominn á Lancer með sínu lifri. Number 1, Mr. Two Time. Number 1, Mr. Two Time. Nú er toppið að ná honum Hugo aftur. Jói, hver er aftur Mr. Two Time? Hörru, það var einhver gæi hann í Glacier Mafia. Glacier Herru, Hugo missa hann. Nei, hann heldur þessu. Eðla góður er alveg krossinu. Svolítið erfitt að vera í bumpercam hérna. Eða spoilercam. Það ætlar að vera á. Já, þegar svo hendur það sig í beygju og þá ertu bara farin að horfa eitthvað út í buskan, sko. Þetta er fight hjá þeim. Við fögnum því, Jói. Já, við heldur fögnum því betur. að það er fight. Heldur betur. Þeir eru að skiptast á málingu og vélarhljóðum. Hugo þessi vegginn hana. Á í þessa keppni? Nei. Nú toppið skellir sig fram úr. Já, Hugo skellt sig í hliðina á honum. Það er einhver áhrif. Það er nú ekki búinn að vera neinn svona atvik milli manna. Ekki allan að sem að við höfum séð. Nei. En það er ekki þar með sagt að sé ekki einhver brjálæðar heima í stofu að lemja í stýrið. Nákvæmlega. En það er einhver spjallur sem að tók eftir einhvern hrasa niður listan eða eitthvað, það var bara endilega hendið í spjallið, þannig að við getum kíkt á þetta. Ég ætla að segja um replayið af þessu. Já, Jón B að hringa Jónas. Já. Hugo er alveg komin í skottið á toppa hérna aftur. Komaður yfir endamarkið. Hvað reynir hann inn á hann?
Það er náttúrulega, þú veist, það er náttúrulega meira að menn sé að skiptast á málningu hérna í þessari keppni heldur en við erum vanir á malbyggjunu. Já. Bara ef maður gerir það, ef maður telur sig hafa verið of gróðan, þá kannski bara gefa mönnum sekundu eða eitthvað og hleypa þeim. Já. Það er líka alltaf að skiptast aðeins á málningu hérna svo lengi sem maður beri virðingu fyrir hinnum, sko. Það er ekki alveg koma full force í beigunar og... Já, ég meina rallycrossið er kontaktsport, sko. Hugo Nexl. Það ætlar hann á honum, sko. Já, Toppi fór í kantinn og nærið í... Já. Kemur Toppi bara askvaðandi tilbaka og... gerir það sama með Hugo væntanlega. Er þetta ekki alveg bara einaða baráttan á braut? Oliver er með 26 sekundar forskot niður í Jón Anton sem er með 20 sekundar forskot niður í Jón B sem er með 15 sekundar forskot niður í Hugo og Toppa. Þetta er gott. Viltu eitthvað fara yfir dekkin sem menn er á? Sem eru síðan með 40 sekundar forskot niður í Hilla og Njörður er síðan bara 2 sekundum eftir honum tæpum, nei, hann fór sér í vegginn. Nei, og Hugo aðeins í vegginn hérna og Toppi, hann er honum ekki. Hvernig er að berga þessu, en þeir eru mjög nálægt hvort öðrum hérna. Hvað heldur þessu? Nú rétt svo. Rétt svo? Nú, hérna er Hugo að koma að langa beinakafla. Aftur yfir í hitt spjallið og sjá hvort að Hugo hreinni aftur niður lista við að við mætum. Hann er örugglega að bíða spenntur eftir að við komum. Hann ekki. Hann er pottitt búinn að undirbúa ykkur góða brandara. Já. Ég get alveg trúið því að börnin hans Hugo séu mjög vön pappabröndu. Ég trúi því líka mjög vel. Þetta er hann fyrirmynd mín í barnauppeldi að minnsta kosti þegar kemur að húmor. Það var ekki. Það er nú búin að búa til smá bil hérna í hann Toppa, það er nú fljótt að breyðast. Það getur verið það. Nú er nú búin að vera með nokkuð þétta tíma hérna síðustu 5 hringi allavega. 3:12, 3:14, 3:12, 3:10, 3:12. Fyrir það 1:3:17 hana, klúðraði eitthvað. Svo 3:09, 3:10, 3:09. Við vorum að keyra það fyrir 4 vikum og það var allir bara eitthvað 3:15, 20. Já. Eins og ég segi, menn er að nálgast 3 mínútur. Heldur að 30 mínútna múrin verði rofinn í keppni á morgun? Mér langar að segja já, en ég held ekki. Hugo og Toppi komnir í skotti á Jónasi. Új. Nei, hvað gerist þarna? Svo náttúrulega erum við með flöggina af. Já. Herðu, og Hugo heldur þessu þrátt fyrir. Já, enda fór hann í það báða, þannig að þetta var jafnt á þá. Já. Þannig að við tókum flöggina af út af því að þú fær 30 sekundar refsingu við að fara fram á gulu flaggi. Já, og það kemur sem sagt gult flagg bara við það og semst að taka beygju og þú ert komið svo mikið á hlið. Já, akkurat. Leikurinn mætti að taka til sín að slökka á þessum gulu flöggum í rallycross-brautunum. Já, þannig að ef það er einhver frá Polyphony að horfa, þá endilega taktu flöggin af. Yes, we want to make the flag rules better in the dirt driving. Já, við erum ekkert bjartsýnir hérna, það er bara... Hvað gerði sem margir ferð inn á streymið og horfa á okkur? Ertu búin að kíkja eitthvað á það og fylgjast með spjallinu eða? Nei, ég er ekki búin að... Ég er aðeins búin að kíkja á spjallið. Ég veit ekki hvað myndavél þú ert að nota, Jói, en Chase Cam á Toppa virkar mjög vel upp á að sjá baráttunni á honum og Hugo. Og Jökull bendir á þetta einmitt líka. Það er alltaf með sjónhóttan sem ég er að horfa á þetta. Já. Ég er einmitt búin að vera svolítið á Hugo og horfa aftur fyrir mig, í Chase Caminu. Það var að horfa framan á Hugo með Toppa fyrir aftan sig. Það er bráðum þetta svona. En það er nú eitthvað smá líf hérna í spjallinu. Það er Jón Þór og hérna Mr. Two Time. Davíð og Addi og Hilmar. Jón Þór var mjög virkur í spjallinu. Það sem að, nei, Hugo!
Og fór hann í veginn. Hann eiginlega bara fór á hlið í jumpinu og endaði þar leiðandi í vegnum. Þetta er nefnilega, maður þarf að hitta svo vel að á milli. Akkurat hérna, þá kemur smá jump og maður þarf að hitta akkurat milli þannig til þess að ná á milli báðra girðingana. Það er... Má sjá, farað á hilla og semur þetta þurr. Sjá, ég var í replayi hérna. Já. Hérna viltu hitta á milli. Svo kemur smá jump hérna þar sem þú vilt hitta akkurat á milli. Endur í smá svona laut hérna og upp aftur og akkurat þarna sko. Þetta er vel tekið ánum hilla. Já, vel gert. Og Toppi kom inn alveg 3,5 undan. En Toppi var nú 2 sekundum á eftir honum áðan, þannig að þetta er fljótt að breytast. Já, þetta getur verið fljótt að breytast. Það er óbreytt staða á pódium. Já. Og Ólafur með 32 og svo 20 og 20 og Já. Niður í 20. Ég ætla samt eiginlega svolítið að gíska á mönnum leiðist þarna. Já, hann fræðist. Já. Það er erfitt að taka klukkutíma keppni og vera ekki að gera neitt sko, en það líka kemur inn að halda einbeitingu því að ef þú missir einbeitingu þá ertu allt í einu bara komin í vegginn og búinn að tapa 10 sekúndum. Heldur betur. Hilli nú með ekkert með allslemma tíma heldur hérna. 3:10, 3:11, 3:12. Og nýjumæðurinn Njörður, hann er bara á svipuðu tíma. 3:12, 3:13, 3:14. Hilli Það er er bara að mjög nálgast gott. Jónas fer bara vel út í kant. Já. Helli fast og hann nálgast þá Jónas væntanlega bráðlega líka. Já, 3:09. Já, sennilega ekki langt eftir. Hann er hann að 1-2 beigum eftir honum. En Óli er nú hérna alveg á fantasiglingu. Síðasta hring sem Hvernig tíma er Ólafur búinn að vera að setja? síðasta hringur hjá honum var 3:04, 1:94. Nefnilega sko. Einhvers staðar heyrði ég að Daddy Adams hefði flengt hann í þessa tíma. Já. Núna áðan þá var Davíð Adams komin í optimal tíma sem er sem sagt bara besti tími, ekki yfir heilan hring, bara besti tími sem við höfum sett á þessum sektorum. Optimal tíminn hjá honum var komin í 3:01.7 held ég. Já, ok. Þannig að eins og varst að spyrja áðan hvort að við myndum brjóta 3 mínútna búrinn og finnst það ólíklegt, já það er alveg, þótt að hljómi ekki mikið en þá er þetta ansi mikið. Já, sérstaklega þegar menn eru búin að kreista þetta niður 10-20 sekundur. Akkurat. Ef þið langar að horfa fram úr akstur á braut, þá fer það El Fasto núna. Það er æsir spennandi eins og segir, það er alltaf slögt á flöggum. Já, Jónas rennur vítt, stoppar í vegnum. Nei, Og El Fasto fer líka í vegginn. Kerði á einhvern ímyndun á vegga. Já, hann fór aðeins inn í hérna. Þetta er náttúrulega mjög hörðu net þarna á hliðunum. Já, þeir eru búin til okkur mjög merkilegu efni. Þetta eru titanium net. En Njörður sér í Hilla þarna niður brekkurnar, þannig að það kannski gefa hann smá búst. Hann er búinn að minnka tíman úr 10 sekundur niður í 7,5. Já. Hilli með svona nokkuð steady tíma. Það er aðeins meira flakk á tímanum hjá Njörði, en það er svo sem ekkert óeðlilegt. Ég held að hann sé ekkert búinn að æfa fyrir þessa keppni fyrir bara kannski hálftíma fyrir keppnina. Og að nálgast Toppa. Já, búinn að taka 1,5 sekúndu á honum. Já, hann var reyndar að missa smá tíma þarna, en hérna var kominn alveg vel undir 2 sek. Eigum við að henda okkur yfir og tjekka stemminguna? Já, það ekki. Svona með að það er aðeins. Úr því að við erum með þetta option að kíkja á strákana. Já. Hopp yfir. Endilega.
Já, guten Tag, Arschloch. Snell. Söknuðing á okkur ekki. Getum við passa okkur að missa okkur ekki þó við séum að tala þýsku? Það var svolítið hættulegt, sko. Já, mér líst ekkert að það veri beinni útsendingu og menn fara í þetta, sko. Réttur bara tæpir. Nú, gera enginn út af, ha? Herri, hvað segir, hvernig er stemmingin í hópnum? Hún er góð. Já, bara þú veist. Fengið sko. Flottu tími, Hugo. En hjá ykkur? 3:09. Hún er mjög góð. Þið bara þurfa að þjappa ykkur aðeins meira saman. Það er rosalega gott að kemur eitt Æ, fuck off! Fuck off! Hvernig var það? Fuck off! Allir að éta skít í dag, þið með éta skít. Það er alltaf flott að heyra þegar Jón klúrar, sko, þegar það geta sett replay. Sorry. Nei, þetta var bara mjög gott. Og þarna færði vegginn maður. Við vorum að horfa á því í replay, sko. Takk fyrir það. Jói, Hugo er svo komið inn á við sekundi á toppa. Já. Já, ég náði að laga stýrið aðeins. Nice, náður þið. Já, ég náði ekki, en það er ennþá laust, sko. Það er að keppa með laust stýri. Já, það er alveg á flegi ferð hérna borðin hjá mér. Þannig að þetta er bara alvöru authentic hjá þér. Allt á flegi ferð. Jeps. Herri, segjum mér eitt, er Hilli búinn að vera á mute allt reysið, eða? Já. Það segir voða lítið greið. Kemur á óvart. Hann vissur ekki af því. Hann heldur að leiði 6 bræður. Hann er búinn að tala og hann er mjög. Hann er að taka Jóa á þetta. Já, ég lendi í þessu eins og þetta vissar. Ég er að spara öll orðin fyrir skemmtilokki. Ég langaði svo að vera í beinni í streymi. Byrju hvað, þetta sé ekki skemmtilegt? Vá! Herru, Hilmari finnst ekki skemmtilegt í tölvuspili. Ég vilja að kíkja honum á lobby. Tölvuspilu. Frábært. Herru Oliver, hvernig hefur það fremst? Bara gott, sko. Bara gott, sko. Klukkutegna mér. Þú langt í burtu og heyrum ekki í og. Þeir verið að segja mér að bakka í tring en ég vil það ekki. Við erum leiðilega við ykkur. Ég veit það. Já. Var ekki mandóttur í pitstop líka? Já. Á topp 5. Hei! Sáu þið hérna múfið sem hann tók hann Jónas á við á báða? Toppi! Það heldur þessu. Hvað sagði þau? Já, og tapaði ekki tíma á þessu miklu. Það er múfið sem hann Jónas tók á mig topp báðan. Já, sáðu það ekki? Já, það ekki. Þú tók 2 flugur í einu höggi. Jú, við sáum þetta skipt og greinilega. Það er alltaf gott að vera að taka á báða, þannig að þið töpuðu báðir á þessu. Þannig að það er alltaf hana... Já, hafið það jafnt yfir alla. Já, ég sá hinn koma og klessa hann líka. Svo við ekki stíðum konan hann af. Slís. Já. Ég hef marghæður með sparkað út í mótoröðinni. Það er ekki flögg í keppninni, þannig að þú ert alveg segir. Já. Flögg keppninni. Það var alltaf bara við þessu kemni, það var að klálega flöggi í næstu. Næstu umferð. Já, næstu umferð. Já. Herðu, það er húspenna, núna eru Toppi og Hugo að fara inn á beinakaflan, Jói. Já, ég er hérna... Úi! Og Hugo... Úi! Á vegginn. Já, þessi vegginn. Og aftur í vegginn. Nei, og aftur. Úi. Þetta er fljótt að breytast. Já, þessi heiti Wall of Champions. Það var neitt hérna. Það er náttúrulega ekkert að marka þessar fyrstu 3 hana. Þeir eru bara í einhverju sambuði hérna í samvinnu, sko. Þetta er síðan svona aðeins búin að... Það er alveg... Ertu að tala um okkur, Captain Slowpoke? Fiskistæðið eitt hana.
Droppa eitthvað. Og þetta eins og allir hinni fiskarnir og fær byggt í netið. Þetta er fiskurinn þinn. En ég held satt að Hugo sé aðeins búinn að taka af Jóni. Shit. Fókus. Ég er ekki að fara að láta eitthvað fucking tosk taka fram á mér. Þú þarna ekki á að gera því, það eru 20 sekúndur yfir. Já. Það er fljótt að breytast, láta ekki svona. Jón Þór hérna var þvílík stemming, hún er góð, rólegur eyrnaslappi. Veit ekki alveg hvað hann meinar, hvernig hann talaði. Kannski erum að sjá þetta allt og seint. Rólegur eyrnaslappi, hann kallar mjög oft eyrnaslappa, ég fatt ekki alveg samhengi svona, en jæja. Er einhver inn í chatinu með löng og síð eyru? Ég er með svona meðalstóra allavega. Ætlar ekki að koma með stöðlega staðreyndu? Jón? Já, einhver af Já, hérna, hann Sjóndón, hérna í öðru seti. Sean Antoine. Sjóndón. Hann er búinn að sjá óþægilega marga fiska brunda og hann er ekki með tölu á því hversu marg fiska hann hefur látið brund. Já, heldur að fara aðeins yfir strikið hann. Hefur að kíkja aftur yfir Jói. Já, það ekki. Ég bý til partí aftur, þú joinar. Yes. Strákar, bara góð stemming og haldið áfram í tungumálakennslunni. Takk. Gracias. Sko Jón, nú áttu bara 3 hringir Óliver eftir. að ná mér aftur. Á ég að boxa hann inni? Já, klest á hann. Já, gefðu okkur Ég set það í vegg smá og bíð eftir stemningu í ykkur. þetta. Þannig, ég ætla að hoppa yfir í hitt partíið. Gangi ykkur verið restina af stóða. Tja. Svo tek ég Vinnus í Vinnus podcast. Podium podcast eða Vinnus podcast? Podium podcast. Nice. Sé ykkur að þeir. Tja. Þarna kemur hann. Já. Herðu, það er hálf sekúnda milli Hugo og Toppa. Já. Það er sekúnda milli Hugo og Toppa. Jep. Og hérna, ég svo ekki að taka Vinnus podcast á eftir. Jú, ekki bara að gera. Það held ég. Það var náttúrulega Ólöfun og Jónatan og Jón B. Já, það segi ég náttúrulega, það er svona sem. Það eru 3 hringir eftir. Er þetta að fá okkur greitt fyrir þetta? Hvað er í gangi? Eins gott við getum sýnt fram og ég hafi verið með lobbyið hérna. Já, djöðlir. Ekkert svindlir. Já, þetta fórum kannski aðeins yfir strikið þannig, en hérna... Ég byrðum við hvað meir og afsaka það, þegar þessum tímur hvort ég búinn og svona. Já. Þetta er svo sem á líka bara að vera gaman. Falleg íslensk orð, ekkert svona. Já. Svo eru uppástunga úr sal að fara inn í spjalli þegar síðastir hringur hefst. Heyra hversu bugaðir menn eru. Á Hugo. Já, ég held að Hugo og Toppi séu orðnir ansi þreyttir, sko. Þannig að það er eitt að keyra einn einhvers staðar að hringi, sko, en þið vart með næsta mann alltaf í speglunum eða réttur frá maður. Tekur það meira á, sko. Það er skemmtilegri kappakstur. Já. Heldur betur, það er miklu skemmtilegra. Hugo er núna með 2,5 sekúndar forskot í hann, það er að halda því núna í 1 hringi viðbót til þess að halda 4. sætinu. Já, 2 hringi, og voru að byrja. Já, voru að byrja aðsjóna. Já. En já, það var skemmtilegasta staðrendi sem var ekki talað sem staðrendi er að Hugo er að keyra með laust stýri. Já. Hann fór í alvöru authentic experience í þessu, hann vildi vera út allt. Já. Hann er með rally cross sim, eins og þess. Nákvæmlega.
Erfitt að passa sig á að vera ekki skammaður að gunna. Þú ert með YouTube spjallið, er eitthvað skemmtilegt að gerast þar? Það er, hún kíkja á það. Jón Þór hérna, já, kannski skoða spjallið á meira en 15 mínúna fresti. Við erum bara svo uppteknir. Ég verð að viðurkenna það. Þetta er kannski ekki búið að vera mest spennandi keppnin til þess að horfa á. Nei. Eða skemmtilegasta keppnin til þess að lýsa. En fyrir mér er þetta allavega bara búið að líða nokkur rætt. Já, ég er sammála því. Ég er ekki viss að Jón sé sammála en... Hvor? Báðir? Já, báðir örugglega. Herðu, Ólafur nú byrjaður á síðasta hring. Já. Heldur betur. Hann er búinn að tvíhringa Jónas. Jep. Og er 50 sekúndum á undan Jónatari. Þetta er svakalegt, sko. Heldur betur. Það er að hoppa hérna upp og niður sekundu 2 hérna Jón B. í Hugo. En Hugo er allavega ekkert að sleppa hann frá sér. Nei, ég var Lengra heldur en hún er komin. Það væri örugglega á pódium. Já, gefum hún það. Liðsfélagarnir 2. Já, hann hefði kannski dregið Jón B. fram fyrir Jón Anton eða eitthvað, ég veit það ekki. Maður, þú veist, þetta er allt ef og hefði. Ef og hefði, uppáhaldsorðum okkar. Já. Þetta var flott hug. Kameran kom svona undir stólapallinn. Já, ok. Nú er Tobbi að yfirskjóta svolítið betur, hann ætlar náttúrulega að átta sig á því að hann hefur bara 3 mínútur rúmar til þess að ná Hugo. Já. Það hjálpa honum ekki að missa hann lengra frá sér. Nei. Já, við glemdum alveg að setja spá. Lýsendurnir? Já. Er það allt í einu einhver hefð? Ég gerum við það ekki yfirleitt. Aha. Það er það. Nei, ég var alveg gert að þar. Herriði, ertu að spotta það? Nei, hvað? 7. og 7. 7. og 7. El Fasto er bara kominn fram úr Hillá með Já. 15 sekúndar forskot í hann. Já. Flottur. Mistum að einhverju hörku framúrakstir hana. Já, kannski kíkjum á það að replayinu. Kannski bara fundið hann að gýr. Það er rallygýrinn. Rallygýrinn. Ekki nema Hilli hafi óvart fundið hann. Já, ég sé það hérna síðustu 2 hringir á honum. Það eru búin að vera að fara versnandi hringinir hjá Hilla. 3.22, 3.20, 3.18, 3.17. Kannski orðið þreyttur. Ólafur nógu að hringa hann. Það hlýtur eitthvað að komið upp á hjá hann. Já. Og hérna kemur Ólafur nógu yfir línuna. Í fyrstu GRB rally cross-keppninni. Í fyrsta sæti. Hleypur Hilla fram úr svo hann á séns að taka síðasta hringinn. Nú kemur Jón Anton hérna. Hann er nú nokkra sekundur í markan þá. Það er svona 50 cirka. Og hann er að ná Jónasi og líka. Ekki langt í þá svo sem. Ég verður örugglega eins og Jónas á morgun. Hringaður af öllum. Nei, og Jónas missir hann. Æ. Missi bílinn og Jón Anton fram úr sér. Nú kemur Jón Anton hérna yfir línuna, öðru sæti. Menn er eitthvað að reyna að nýta sér hérna að það sé ekki gult flagg. Þeir megi taka hambó yfir endamarkið. Já, það er náttúrulega ástæða fyrir að handbremsan er bönnuð. Það er Jón B. hérna að koma í síðustu beygurnar. Gerir þetta gullfallega á sínum Subaru. Sínum Tigri Subaru.
Johnny B. sem ber nafnið Kissi. Þarna 3077, síðasti hringur. Besti hringurinn hans. Frábært. Hugo, já, ekki slæmur allavega. Hugo búinn að mynda 5,5 sekúndum fórskot. Já. Hvort hefur hann sett í rallygýrin eða þá hann farin að gefa meira í. Þetta nú... Hann hefur náða að festa stýrið. Hann bara rosalega, hann bara síðustu 4 hringi, bara 309. Eða 6 hringir. Já. Toppi kominn í mark á eftir honum. Já, Hugo í 4. og Toppi í 5. Það er Fastó. El Fastó. Nýliðinn, njörður. El Fasto. 7. sæti í sinni fyrstu keppni. Það er bara frábær árangur. Já, það er alls ekki slæmt. Og eins og sér, hann er ekkert að setja slæma tíma. Síðasta hringur í ánum, 3:11.985. Þú veist, mjög góði tímar þó að þú sért með aðra menn í lobbyinu sem að setja bara steady 3:04. Já, og alveg verðt að taka það fram að hann er náttúrulega á stýripinna. Já. Kannski maður taki bara stýripinna fyrir morgundaginn. Já, ég er nú búinn að prófa stýripinna, þetta er svo sem ekki hérna, en ég er hræðilegur á hann. Hann tekur massa drift í næstu síðustu beygju. Mjög flott. Sjáu þið hvað þetta er fallegur Evo maður. Hann fær style points. Fyrir að vera á Evo? Nei, bara fyrir driftið. Já, hann fær líka stig frá okkur fyrir að vera á Evo. Við erum báðir Evo menn. Herðu þar. Já, og lauk lobbið. Það var lengst í mögulegu tími á því, en ég held að hann hafi nú náð að fara yfir línu og svona. El Fasto náði því, já. Já. En Hilli átti, var eini sem átti eftir. Já. Hvar erum við með Bananasokk? Hann er hér. John Antoine. Þá er þetta sem sagt úrslitin úr 3. umferð. Ólafur Nói sigraði keppnina með hraðasta hring á 59 mínútum. Jón Anton í öðru sæti. Hraðasti hringur 3:06.9. Jón B í 3. 3:07 hraðasti hringur í honum. Það fer nú bara hérna 3:06.7, 3:06, 3:06, 3:07, 3:08. Já, Hugo á 4. sæti, Toppi í 5. sæti, Njörður í 7. sæti, Hilli í 7. Jónas í 8. Hvað heitir Jón B í Playstation? Hann er offline og það finna hann að neðar í listanum. Hann heitir bara Jón B. Já, myndi það sko. Jón B. Jón B. Ja, þetta var, fór líka bara mjög drengilega og vel fram. Já, þetta gekk betur en mér bjóst við. Kvöldið. Góða kvöldi. Góða kvöldi. Góða kvöldi. Ólafur, ert þú ekki örugglega búinn að fara í hana partytjatið og gera sér ádió? Jú, ég fekk kennslu frá Jóni aðan. Jæja. Mér Jóni eða hinum Jóni? Já, Jón B. Herðu, þá er það þjóðsöngurinn. Betri Jóni. Þjóðsöngurinn fyrir Oliver. Já. Alla. Þetta er gott. Er eitthvað replay sem við erum að fara yfir eða? Já, við kannski kíkjum á replay hérna. Það er að share screen. Takk fyrir þetta, Gretar. Já, bara anytime. Herðu, flott keppni í okkur drengir. Já, takk fyrir vel. Takk. Oliver, þú sigraðir þetta sannfærandi. Heldur betur, 50 sekundum undan næsta. Já, ræðið það. Það er náttúrulega vonað, sko. Ég er mjög ánægður með þetta. Já, Ég óskaði eftir því í partíinu fyrir keppni að ég ætlaði að setja pening á Oliver. Hann neitaði því pent. Kaurar, ég væri syndandi í sælum núna. Ég væri syndandi í sælum. Það er bara þannig. Já, þetta var helvíti gaman, sko. Já, þetta var já, það ekki. Það er gott að heyra ykkur fannst það. Það var svona partí í keppninu. Já, það var áhugavert. Það er ekki bara skemmtilega viðbót. Jú, Mjög, sko. Hugo hrósaði þessari hugmynd afar mikið. Gerði hann á þýsku? Hann ætlaði að koma með hana sekundu eftir mér, sagði hann.
Já, það. Hugo talsmaður fólksins, það er það sem hann er. Það er Röddskinn sem er þar. Já. Herru, hér sáum við startið, þetta fór allt mjög drengilega og vel fram að svo best sem við sáum. Já. Það störtuðu allir á dörtdekkjum. Já, kom mér þetta óvart. Já. Varstu að pæla í einhverju öðru stratti eða? Já, ég var að hugsa vettekinn fyrst. Mesta grítið. Hvað ertu, Jói eða? Ég beið eftir þessu. Móttur að skilja. Já, þessar fyrstu beigir fóru betur en... Herru, ætli það hafi ekki verið spinnið mitt þarna sem þið fenguð í beinni, bæði viðbrögð og replay. Það var annað skiptið sem ég tók þetta, sko. Tók þetta spinn. Það var, já, þetta var, sko, veggitir þetta, þessi litla bunga sem kemur þetta, hún er ekki vinur bifreiða. Já, beinakablanum. Já. Og sko sterku strákarnir sem tegðu þessi neti yfir brautina, þeir voru aðeins svo sterkir. Það var mikið tuðað yfir þeim. Þessi net eru allavega betri en neti hjá Jóa. Já. Þetta reynda slapp mjög vel. Ég veit ekki, bara allt í hennu fór það bara eitthvað, hérna svo restartaði ég rátarnum og slökti á öllu wifi í öllum tækjum og bara virkaði þetta. Sjáu þið þarna. Þetta var Nikkaði í mig aðeins. Já, Nikkaði ég? Já, þú baðst afsökunar en þetta var flott, sko. Já. Ég var nú ekki að meina það satt, sko. Nei, ég veit það bara. Það búið að hann náði ekki fram úr það baðst hann afsökunar. Já, náði því svo náði hann aðeins fram á mér að ná. Já. Og síðan ákvæmst þú að gefa í þetta eitthvað. Já. Það var ekki skemmtilegt. Nei, ég skildi þið eftir, sko. Já, ég beið bara með hann, sko. Sagðurðu eat my dust? Já. Já, og maður með rockstíð fyrir það. Já. Þetta var helviti gaman. Ég ætlaði að vera á fókusnum, sko, en prófaði ég Subarun í gær og hann er bara miklu skemmtilegra gíraður. Já. Mikið betri bíl. Hvað hérna, já. Bara þannig, sko. Þetta var, hvernig voru áhorfstölur? Herru, ég var ekki búinn að kíkja á það. Ég ætla að kíkja á það á hann að gera eitthvað annað. Ég sá að David Adams var með hárrétta spá. Já. Það er alveg magnað. Já. Voruð með eitthvað money á þessu eða? Vinnur hann eitthvað fyrir þetta? Jói óskaði eftir einhverjum eiganda sambjóðana til þess að gefa honum miða á F1 myndinu og Pop & Coke. Og Pop & Coke? Já, ég bætti við luxus. Wow. Sko, það er þarna 8 hefða í spjallinu hjá okkur en það eru 0 like. Við erum nú að gera betur úr því. Já, það er ekki nóg gott. Það er helviti lélegt. Það getur verið glits. Getur verið glits, já. Ég var að like'a hérna og það er ennþá í 0, þannig að þetta er botglits, en hendi ég like. Já. Like and subscribe. Like and subscribe. Ég ætla að henda mér inn á like'a. Verðið ekki með hérna, þið verðið í chati líka morgun eða ekki? Jó, ég held að þetta verði að vera á morgun líka. Já, það verður að vera. Og sennilega í næstu ketti líka, sko. Það á möstunni. Möstunni. Já, ég er að missa á henni. Misstur af henni? Já. Hvað það var það? Sumarfríið eða? Það var til Ítalíu. Ó, hvað það að gera? Bara pizzu eða? Já, bara pizzu og skoða gamla byggingar og eitthvað. Næst, þannig að koma inn að slæðis fyrir strákinn heim. Já, við skal koma með það. Bara í handvargari. Eina vel kramda. Það er spurning á sigurvegarann úr YouTube-chatinu. Já, komdu með það. Oliver, hvernig var að vinna þína fyrstu keppni og það ekki á Porsche? Þessi var hörð. Veistu, það er mjög gaman að vinna keppni. Það var ennþá skemmtilega að bara vera í partíinu. Já, þú er nefnilega hljóma að geða spenntur. Já, ríkalegt jafnlega. Þetta er að spenntast sem ég hef verið. Já, ok. Ég heyri þið brosa. Já, ég líka. Varstu stressaður eða? Nei, ég tala yfirleitt ekkert mjög mikið.
í svona partí. Já, við vorum ekki að tala yfir chatinu, sko, við vorum að tala yfir keppninni. En þú varst kannski rólegur eftir fyrsta ring og kom með hálfa mínútu á okkur. Jú, ég var stressað þegar ég fór í veggina, sko. Já. Það var svona... Maður var nú ekkert mikið í veggjum alltaf, sko. Það er einhverja brandara, Jón. Var ég að segja brandara? Já, ég var bara ekkert að segja það frá því, því að þá hefur haldið áfram. Sko, Hann mjútaði sér til þess að hlæja. Sko, ég ætla bara að segja það strax hérna í beinni útsendingu. Ég man ekki eftir einu brandara sem ég hafa sagt, sko. Sko, hann heyrðist í beinni útsendingu, þannig að Herri, svo önnur spurning á YouTube-rásinni sem við eigum reynda mjög erfitt með að svara en við getum bara reynt að spá fyrir það nema því að hafi fengið einhverju upplýsingar það úr hérna, keppendaspjallinu. Ráð þeirra. Segðu það bara, ekki vera feiminn. Hvernig eru þumlarnir á El Fasto eftir svona keppni? Það er ábyggilega mjög aumir. Já, er hann stýripinna gæjan sem þið voru að tala um í gær? Já. Já, ok. Hvað er útharður að mæta á stýripinna í svona keppni, þetta er alveg... Já, minnst að höra þetta, sko. Já, í 7. sæti. Já. Þannig að það voru 2 grjótharðir í þessari keppni, það var hann og Hugo, bara á sekundin háttinn. Já, Hugo með laust stýrið á tímuna. Jú, ég var á stýripinna. Er Óli verið á stýripinna líka? Hæ? Hvað er stýripinna? Ég var hræddur að stýrið mitt myndi hristast í sundur hérna í keppninni. Nei, ég tók stýripinna. Já, sætt. Og samt að setja þessa tíma. Já. Fekk smá kennslu hjá hérna Davíð á Daddy Adams, sko. Daddy Adams. Í rallinu og... Big Daddy Adams. Herri, nei, þetta er ekki rally. Það er rallycross. Nei, rallycross, já, fyrir ekki. Já, okkur verður kikkað á YouTube-rásinu ef við pössum okkur. Já, okkur verður kikkað á YouTube-rásinu út af þessu, já. Af hverju? Já, ég mismælti með þessu. Má ekki kalla þetta rally, eða? Jú, ég held að það sé ekkert. Nei, það má ekki. Þetta er rallycross. Já, gaurar, er það ekki verið að dramatísk? Það er keppni í rally í sports og þetta er ekki rally. Rally er keyrt á sérleiðum, rallycross er keyrt á brautum. Já. Ok. Þú og það? Margir í einu. Ekkert ég bara skilja. Já, bara ef þú ætlar að semja eitthvað reglu, þá skulum við bara fara eftir þeim. Ég er bara bóðbyrði frá aðstamann í stjórn. Ertu að tala um Guði núna? Ég er að tala um Guði. Hann er sá besti. Já, þetta var gaman. Hvernig var að lýsa þessu? Var nóg að tala um? Já. Við fórum vel yfir liðbyrðin ykkar. Herri, já, það var nú ekki búin að koma neinn vót á flottasta liðbyrði. Nei, það er ég þá. Lélegt með alla framistöðuna sem við tókum í að fara yfir þau. Já, nákvæmlega. Menn hafa kannski bara verið svo þreyttir á því að þeir hafa ekki ákveðið að kjósa. Já, við tókum aðeins meiri tíma, við ætluðum okkur í að fara yfir liðbyrðin en hérna... Það þarf að skoða þau líka. Þeir voru að hafa smá ágjörð af því hinir gæðarnir að hafa ekki nóg að tala um á morgun. Ég gaf þeim nokkra punkta. Ég vona að fara eftir þeim. Já. Já, það er svo gott að hoppa yfir í spjallið hjá keppendum og hendum þessu inn á aðdeldarspjallið og þeir sem vilja, þeir geta verið saman í partíchati og... Býtu, af hverju fá þeir að velja? Af því að þeir fengu það líka. Það var bara allir inn eða ég fá ekki að taka þátt. Já, við segjum ekkert frá því. Það verður drive-thru penalty ef þú ert ekki í partíchatinu. Já, á hverju hring. Hverju hring, já. Hérna vorum við að segja Óli og nú að taka 3-5-4 á stýripinna. Það finnst mér ótrúlegt. Já, mér finnst eiginlega bara leiðilegt að heyra frá þessu. Núna er ég orðið bara stöð. Vill líka kaupandi stýri núna. Jesus, maður. Ég skal. Já. Þannig já, muni ekkert eftir neinu krassandi sem gerðist í keppninni? Einhver atvik á einhverju hring eða...
Nei, þetta var svolítið bara, þú gerðist. veist. Á milli Bara Jónas dræfing. og Hugos og Toppa. Já, Hugo það. og Toppi voru í þessu keppni þarna síðast. Já, þeir voru bara nekk í nekk bara flest allar ringina. Ég og Nafni voru stundar lára þetta fyrst, sko, síðan var hann eitthvað, æja, ég nenns ekki. Og fór. Þetta með Jónas var ekkert mann svolítið seint á, Já, það var... Já, þetta var einhvern mann seint í keppni. sko, hérna er Jónas. Þetta sé ekki, Ætlaði að skvíla hvaða braut er þessu óákveðna í beinni eða? herru, sko, við hérna Greta þurfum eiginlega að leggast aðeins yfir prófanir. Áður en Yfir að við prófanir? gefum það út, já. Ok. Prófa hvaða bíl við ætlum að Jú, að er búinn nota. að reyna að koma mér í það síðustu 3 vikurnar. Það hefur Ok. Ég skal taka þessi test með þér, yngar okkur því jóði minn. Sjá, herru, það er svolítið, geti verið svolítið snúið að finna þetta stað þar sem þetta gerðist. Þetta var ekki svona seint inn í keppninni. Nei. svona seint. Sko, hérna er Jón B. Sælir. Já, núna er... Nei, við erum náttúrulega ekki að horfa á Jón B. Við erum að horfa á Hugo og Toppa. Það er megin samt að horfa á mig, það er rúglega skemmtilega. Þeir eru náttúrulega komnir fram úr hún Það er þarna. ykkur að ná. Það er gonnið fram á þann. Alveg verið langt fram úr. Svo... Þetta er konið fram úr. Herru, hver var þetta driver today? Er það Oliver eða? Herru, við bara... Kusum ekki dræfur svolítið. Mitt Nei, atkvæði fer samt á Elfast. Já, ég er alveg saman á því. Samanlega því. Þó hann hafi byrjað á pól og endað í 7. sæti. Já. En hann byrjaði á pól í sinni fyrstu keppni. Það er ekkert margir sem hafa gert það. Nei. Ég tók póti með minni fyrstu VR-keppni, mér finnst það að ég skilja atkvæði. Já. Ég veit Varstu að VR? Já, ef að Ibi King væri í chatinu þá væri það sammála mér. Það er beint á þessum kafla, þeir voru að tala um beinakaflan. Já. Þetta er eiginlega beinlíf sem þú keyrir. Farað aðeins á Jónas, hann er að keyra með Ef spólver. vel gengur. Já. Jónas er að keyra með spólur. Svo er það. Minnum menn á að slaka á spólurinn á morgun. Það er miklu skemmtilegra. Já. Já. Nei, menn bara ákveða sína stillingar. Jú, mikið rétt. Já, menn hafa vist mikið val á morgun, það er hann að við. Sko, hérna er ekki múin á nánum. Já, þetta, sjáu þið, nafni er að kjósa mig driver today, það er eina atkvæði, þannig ég drikk þetta. Nei, Oliver kastaði á Elfastó. Oliver hefur ekki kostingarétt. Hann er ekki orðinn 18 ára. Sturlu staðið, hann er reyndar 18. Já, nú er það. Ég er 19. Hann er með sér 19. Hérna er hann á atvikinu með Jónas. Já. Þannig Já, Já. svo ítur Hugo honum í hérna stoppa. Herðu, má sjá þetta aftur. En þeir heldur samt sínum sætum. Já, Já. þetta hafði í rauninni ekki áhrif, nema bara að það var lengra í Jón B. Hann gerði þetta svo jafnt yfir það báða að það Er átt aldrei sér skortir. Má sjá þetta frá... Nei, ég er ekki skrifið. Svona. Svo kemur. Nei. Óefnust. Svo. Frá hérna Toppa. Svo ítur Hugo honum yfir. Það keyrir á hann, maður. Bara Hugo og kenna. Já. Heyrðu það fyrst þetta var Hugo að kenna. Þetta net þarna er svolítið erfitt líka. Æ, ok, Hugo keyrði vissu. Þetta er gott. þetta var djög gott. Herru, má ég fá fleiri atkvæði hérna?
Jón í atkvæðahöndi hérna. Já, hérna sjáu þið. Jón Þór að koma með frábæra punkta. Já, Jón B. á VR þannig að hann fær atkvæði fram yfir Peasants á skjá. Já, sko, við eigum ekki að vera verðlaun einhverja fátæklinga, skilur við. Verður Jón Þór með á morgun, eða? Nei, hann að vinna. Hann er staðar á Höfn í Hornafirði eða eitthvað að gera í Það bara fullur þar, fullur. Já. Það allavega ekki edrú. Það er komið, það jafntefli, Ólafur og Jón B. En við Gretar kjósum báðir El Fasto, og Ólafur, þannig að... Þið hafið ekki kosningarétt. Hvar sást þú þetta? Jón? Nei, Jói, hvar sástu annað atkvæði? Ólafur hérna, Arnar. Já, Addi segir Ólafur. Já. Arnar, í alvörunni? Sjáu þið hver að kommenta? Arnar, fyrirverandi vinur minn. Það svoleiðis. Svo það alltaf bara, hérna... Þú ert búinn að fá driver of the day. Ég? Já. Gefðu litla manninum þetta núna. Hvenær fyrir að gera driver of the day? Það er ekki hugmynd. Vá! Hvað er ég ekki startmella hérna fyrir mig, eða? Nei, þú ert ekkert startmella, bara mella. Já. En hérna, nei, fékkst ekki í Red Bull keppninni? Sko, þú veist, hvað er eina mann eða? Hvað erum að leikskóla? Hvað reglugerðir að koma hérna? Þú fékkst driver of the day í 4. umferð á þar síðasta tímabili. Já. Já, eru það að lesa kommenti? Eigum þá ekki að setja þetta á El Fasto? Já, ég held að hann eigi að skilji. Hvað með nei? Hvað með nei? Hann má láta ljós sitt skína heima á sér, en ég er hérna. En hvernig er það? Ætlið að halda log-off eftir, eða svona hóf eftir summamótoru eða? Allir til í eitthvað tvillir í, sko. Hringborð og keks. Já. Það er leikskólaböndin. Hvernig keks? Mjólkurkeks. Ef það er ekki toffee popskaurar, þá kem ég ekki. Það má koma með sitt eigið. Það má koma með sitt eigið. Hvað er það að sé að fara að borga fyrir mitt eigið keks? Hvað er það að sé ríkur? Að fylgja 2 keks með hverjum seldu miða. Mér kostar 15 skell. Jep. Já. Það er bara rétt upp í kekskostnaðar, sko. Ég hlýt að fá afslátt og þá ég er með svo mörg driver of the day. Já. Já. En hérna, við hendum inn á aðaldarspjaldið og látum menn vita að þeir sem vilja vera í partí og vera ónáðaðir allt í einu af lýsendum og þá verður það í boði á morgun. Já. Já, lýsendum eða samkeppendum sínum. Já, samkeppendum. Já. Og hérna, þannig að, já, erum við ekki bara að fara að segja upp á keppnina. Já. Mælum við. En aðdeildin er náttúrulega á morgun, þar eru hérna hraðari ökumenn. En þeir eru nú ekkert langt frá tímunum hans Ólafur segðna sem hann sett á stýripinna. Ekki nóg með það að setja snífin í bakið á við, þá ertu farin að snúa. Þetta er rosalegt. Jó, ég kemur strákun og svo getur farið í að ræða þetta. Nei, en hérna, aðdeildamenn eru hérna, þeir sem voru hraðar í tímundökum. Og hérna... Vel orða. Og þeir hérna eru á morgun kl. 9. Sömu braut, sömu bílar. Og eitthvað segir mér að þetta verði Mitsubishi Subaru Envy á morgun. Aha, það er svoleiðis. Það er svona, ég fara að líta út fyrir það. Hvað ertu með marga staðfestaði keppni á morgun, Jóhannes? Herru, ég held að séu 9 staðfestir á morgun. Wow. Allt þeir sem að... Byrjuðu við 9 eða 8? Byrjuðu við 8? Já. Byrjuðu 8.
Það er crazy, Má guys. sjá, ég var að kíkja á... Þið byrjuðu vissulega rúmlega 9. Já. Góður. Ég veit það. Svo við erum með einn... Já, það er 8 staðfestir og við erum báðir þar. En ég veit að það eru nú... Já, 1, 2, 3, 4... Það eru 5 sem eru búin að vóta mæti ekki. Það eru 13 af 15, þannig að það vantar ennþá 2 vót. Við vissum það nú svo sem að er kannski helst að mann sé að skrópa í þessa keppni, en hérna... 9 + 5, 13. Má Oliver fá það er keppnist 8 þetta vót. morgun? Já, 8 vót, ég skil. Já, 8 vót í mæti og 5 í mæti ekki, þannig að það eru 13 í heldina. Kík með, ég fekk 10 starfræðinsinu. Ah, Ég er með þess ekki að ljúga þessu. ég trúi það. En já, þannig að aðeins verður á morgun. Þetta verður hörkuspennandi og tímandi sem að menn eru búin að setja hérna á æfingum, þeir sem eru búin að æfa sig allavega. Þeir eru leiðilega hraðir eins og ég sagði áðan. Ég held að ég væri nú með þeim hraðari tímanum sem væri búið að setja, en svo var bara 2 ónefndir aðalega sem komu og slóðu það alveg vel langt. Jæja. Út af borðinu. Ok. Þannig að það verður gaman að sjá hvað gerist. Mr. Two-Time. Já, en ég verð nú að segja að þessi 3:04:0 tími hjá Oliver á stýripinna, hann hraði mig svolítið. Hann á þessu á stýripinna, það var það. Ertu að pæli að æfa það á stýripinna í kvöld og í fyrramálið? Nei, veistu, ég veit ekki, næði þess ekki. Ekki á stýripinna. Á hvaða stýripinna ætla að æfa þig? Sponsað af Lófísi. Já. Hvað var hraðasti tíma minn, munið það? Sjá, ég er nú með þetta opið hérna, ég get bara að sé það. Hérna setur við 3:07:9 allavega. Þú settist hraðasta tíma inn á síðasta hring. Nice. 3:07:7. Draftinu. Oh, nice. Djúður er hraður. Hvað var ég með? 3:06. Já. Næstu sekundur hraðar en Jón B. Gamli. Wow. Það var hann fór náttúrulega að fá sér í vörin og svona. Já. Mission. Ég veit að losa, finna dósina, fá mér í vöruna, skila dósinni. Já, betur hvað? Já, Hilli er hérna bara... Wow. Já, hann er... Hann er orðin ringlaður. Hraði. Já, hann sagði eitthvað, ég næ hvað sem ekki að klára keppnina. Það var bara að leika sér. Ó, þú fór að kera betur eða? Það finnst þið það? Voru nú hann hafi ekki verið fyrir neinum. Men... Það verður vont að vera í þessu í VR, eða ekki? Jú, þetta er Já. gaman í nokkra hringi, en svo verður þetta ringlandi. Það er bara þannig. Það var gaman. Stóðu ykkur vel að lýsa það? Ég veit það ekki. Fyrir þetta að láta móðgar þetta þegar þið henduð á mína hendur hérna. Það var hraðari ökuminn á morgun. Þú finnst það líka. Móðgæður. Svo náttúrulega er hérna næsta umferð til þessari, það er Daytona á Mazda MX-5. Og hérna... Það verður algjör veisla maður. Já, það er bara verst að ég missi af henni. Og það þýðir líka... Spyrja mér. Ég er að fara að ná í pítsu þetta þér. Já. Þannig að hérna, það verður einhver annar í staðan fyrir mig í næstu keppni. Sem að lýsa. Alright. En við finnum út af því fyrir það. Já. Og við þurfum eiginlega að ákvæða þessu óákvæðinu áður en að... Já, það var náttúrulega svalegt. En við þurfum að ákvæða þessu óákvæðinu líka áður en að ég fer út helst. Því ég er að fara út alveg í næstu 3 vikur. Wow. En við finnum út af því í einhver spelli. Já, við þurfum ekki að gera það live á YouTube. Nei. Þið megið þess aftaleg. Við erum bara búið til spennu. Hvað með hérna Group 2 af Goodwood? Group 2 af Goodwood. Já, Það er öllum frjálst að leggja inn atkvæði. já. Já, nice. B-deildin líka það?
Kannski. Meira að segja að þið megið koma með atkvæði. Wow. En þetta var ekki bara að vera gott hjá okkur. Þeir séum alveg búin að overstay our welcome. Já. Yes. Þá hérna Ég bara fara að þakka ykkur. prófa þessa braut. Já. Komum tíminn til. Já. Yes. Herra, þá bara þakka ykkur kærlega fyrir reisið í kvöld og til hamingju aftur. Já. Fyrsta maður reyðarsætti, Óli Jónatan og Jón Björn. Takk fyrir Heldur keppnina. betur. Gaman að vera með ykkur, gaman að heiður að fá að tala yfir ykkur keppa. Já. Takk fyrir. Og trufla ykkur í meiri keppni og svona. Það var mjög gaman. Bladrandi yfir okkur og hvað við erum að gera og svona. Já, ég vikar það nú þetta. Ég er ánægður að Jón Björn sé ekki að lýsa á morgun og fara að koma og trufla okkur í meiri keppni. Það er gæslega að fríast núna. Hún er langa núna, sko. Heldur betur, ég finn það bara. Sko, ég er með 2 menn hérna í chatinu sem geta votta verið það. Ég er ekki truflandi. Það veist maður meginast í sig, sko, úr hlátri. Yes. Bara takk fyrir okkur áhorfendur líka og hérna við bara sjáum okkur hress á morgun í Konserva að horfa í beinni endursýningu. Heldur betur. Takk fyrir okkur. Takk fyrir kvöldið. Takk fyrir. Takk fyrir kvöldið. Takk fyrir okkur. Ciao, ciao, vinir. Ciao, ciao.